Nýfrjálshyggjumenn halda því fram að það stríði gegn eðli mannsins að vinna saman, að byggja upp samfélög á samkennd vegna þess að maðurinn sé í eðli sínu eigingjarnt dýr. Þess vegna ber okkur að láta allar meginreglur samfélagsins snúast þetta eðli mannsins, að hugsa fyrst og fremst sjálfan sig. Og ef við leyfum öllum að hugsa sjálfan sig, berjast fyrir eigin hagsmunum, þá muni mögulega rísa upp á millum okkar gott samfélag. Þetta gekk náttúrulega ekki upp. Ef samfélag ekki byggt upp á samkennd og samvinnu fólks, þá verður það barbarískt. Valið stendur því í stórum dráttum á milli barbarisma nýfrjálshyggjunnar sem brýtur niður samfélag milli manna og sósíalismans sem byggir upp samfélag milli manna. Og ástæðan sú að maðurinn, þótt hann geti verið eigingjarn, líka hópdýr og kannski fyrst og fremst hópdýr. Stærstu afrek mannkynsins hefur hann unnið í hópvinnu. Það sem að maðurinn sjálfur ekki sterkur og öflugur einn og sér. Hann ekki sterkari en fíllinn eða fljótari en blettatígurinn, en hann betri í því að vinna í hóp heldur nokkurt annað dýr. Þess vegna eðli mannsins fyrst og fremst hópsamvinna, að vinna saman, að finna til samkenndar, að geta afrekað eitthvað í hóp. Að því leyti má segja eins og svo að sósíalisminn sé í fullkomnu samræmi við eðli mannsins.